Já, ekki að fá þig heimsókn, aftur. Það eru bara gaman að koma. Eru þið byrjuð upptöku það? Ha? Eru þið byrjuð? Ok, Við byrjum bara. Já. Bara gott að vera þarna. Ekki? Alltaf. Hvernig það? Við erum alltaf síðan að við vorum inn að síðast, þá var alltaf margt búið að gerast. Þú komst til Tansaníu með konunniðinni. Já, við hittið þið þar og hittið þið á Ester. Það var ótrúlega gaman. Það var ekki gaman að Tansaníu? Jú, ég er búin að horfa á sólsitri með þér, Jambiani-ströndina, það er ógleymanlegt, sko. Þetta allt geggjað þarna, þetta næsta destination fyrir mig, sko. Svona framtíðar bara permanent að fara þarna í staðan fyrir tenni eða eitthvað þannig, sko. Já, þetta bara svo geggjað, sko. Ég orðin svona óopinber umbóðsmaður Tansaníu fyrir Ísland. En þetta frábær staður og það er ekki að lofsengja þetta mikið, sko. Þetta bara, maður úrslitir sig, maður áttar sig á því að þessi veraldlega þenging okkar, hún er bullshit, sko. Þannig að ég fátakasta fólk sem ég hef séð, Mónas búandi til Bárjóðsplötu, allir brosandi af því að það er nógu matur og það er friður. Þetta er að tvennt að skipta mestu máli, sko. Þetta skipta aðra hluti máli líka, en þetta eru svona fundamental hluti sem að hafa verið lægið aldrei lengi í Tansaníu og það sést bara því hvað friðsaldin er mikilvægt og fólki líður vel. Já, einmitt, maður er að reyna að segja fólkið að fólk trúir ekki þegar maður segir, þú ert öruggari á Zanzibar heldur en í Barcelona, sko. Þú veist, og að því við ætlum að ræða geðheilbrigðismálin í þessum þætti, sko, þá er, þú veist, eitt af því sem mér finnst vera að gerast á Íslandi er þessir rosalegir hraði sem kemur svolítið út frá bara, þú veist, samanburði og efnishyggju og þú veist, sjálfsniðurinn sem kemur út frá því að þú sért ekki að vera með flottan bíl á nágranninn og þetta ekki nóg flott hús og svo er allir að vinna meira og meira og meira. Og mann finnst eins og við séum svolítið að glessa og vegg, sko, þú veist, það bara meðal manneskjan á Íslandi er komin í svo mikil hraða og þegar hraðin orðið mikil, þá er streitan orðið mikil og þá er erfiðar að accessera þá hluta taugakerfinu sem hafa að gera með gleði og einmitt það sem að maður upplifir svo mikið þarna niður frá til dæmis. Já, ég get aldrei speglað mig bara í íslensku þjóðinni. Ég ólst upp við það sem myndi að kallast bara aldrei mikið fátækt. Það var efnislega gæði voru mjög takmörk á minni heimili og saman má segja íslensku þjóðina alveg til 1900 og já, bara seinni heimsstyrjaldarinnar þá var Ísland bara fátækari en Albaníu, þetta var bara fátækasta svæði allar Evrópu og einhvern veginn þá fannst mér þegar ég að vaxa á grasi, óbóðslega metnaðarfullur, bara money, það var bara name of the game, bara komast í efnislega gæði, ég maður þegar eignast fyrsta bensa minn, ég var bara 20 ára gamall og síðan hefur svona bílasjúkur skiluru og þetta gerir ekkert fyrir mann, bara nákvæmlega ekki neitt saman bara með aðra hluti, þú veist, ég hafa flæða föt út úr skápunum heima hjá manni og þú veist, og maður er aldrei nóg að fötum og maður er aldrei nóg að öllu og saman með Íslendingana, við vorum svo fátæk við þurftum einhvern veginn að catch up, við verðum að ná öllum öðrum bara á 50 árum það sem aðri voru 200 ára að gera, sko, frá frönsku byltingunni og til dagsins í dag og og það var svona einkennt okkur þessi óbærslega efnishyggja og samanburður ef þú býrð ekki á Arnarnesinu eða þú veist bara eitthvað þannig þá ertu bara lúserleikur eða svona ákveðnum svæðum og ef þetta ekki með þessa gráðu í háskóla og svo framvegis og þetta hefur alltaf einkennt okkur og þetta hefur náttúrulega bæði gott og slæmt. Þetta hefur dreigið okkur úr moldakóðunum inn í það að vera fremst í heiminum eða með þeim fremstu á ótrúlega skömmum tíma en það er fórnarkostnaður sem fylgir þessu og það er bara þannig og það sést bara í því að Íslendingar, Svíar og þessar ríkustu þjóðir í heimi við erum líka mest misfjörbar þjóðir í heimi það er bara þannig þunglindi og sjálfsvíg og einhvern veginn bara deburð og félagslega einangrun og við erum aftengd okkur sjálfum þetta verðist að einkenna þessar óbúrslega efnuðu og flottu velmöðuna þjóðir sem að Skandinavíu er. Þetta er áhugavert út af því á sama tíma þá voru að koma listar að Ísland væri nú topp 5 yfir hamingjusumustu þjóðir í heimi þetta er allt sko ákvörðunar listar og kvarðar og maður veist að svona sama tíma og við erum á topp 4 í heiminum að þá er sko 70.000 manns að taka þunglindur og guðalíf því það er annað sem er hlutað þú veist þessari samanburðar kultúri að þú vilt heldur ekkert viðurkenna úr sitt miserable. Nei, og það er bara málið er það að þú farir svona questionnaire eða spurningalista annarkvæmt símanum eða bara senda heimtíðin og þú veist sem betur, ég er á ótrúlega góðan bíl og ég var bústað og það er eitapottur í garðinum og þú veist að ég er með 4 sjónvörp og það er minnstæðir 65 tómur, skilur auðvitað hlýtur við hamingjusami, bara haka við það já, svo mikið, ég hlýt bara við hamingjusami ég er bara ekki akkur hamingjusami núna þegar það svara þessu ég held að þetta sé aldrei henni, sko. Já, klárlega, það er mjög góð punktur bara þú veist að ég bara hef það svo gott og svo náttúrulega að bera ykkur saman, við horfum á sjónvarpið og sjáum eimteina út allan heim og höldum að þetta sé bara allstað svona hræðir sko, sem er náttúrulega ekki, sem betur fyrir. Eins og þú ferðast ansi mikið og það er bara áður en kom til Zanzibar þá fannst mér sko Suðustur Asía að vera hamingjusömmur stöður í heimi, svo bara er Zanzibar ennþá hamingjusömmur, eða Tanzania sko.
Já, því þetta hljómar ofta einhvern veginn eins og maður sé að glorifæja því það eru auðvitað margt að á þessum stöðum og margt sem má vera betri, en þú getur ekki feikað gleðina sem þú finnur. Þetta ekki, fólk ekki að setja upp grímu, það raunverulega, þú þarft ekki að vera þarna lengi til þess að finna bara það eitthvað svona áþreifanlega raunverulega gleði. Já, ég man þegar ég fór fyrst í Thailands 94, ég var þannig í rigningatímbil, var í Monsun og var á mótorhjóli, lenti í svona alveg úrhelli eins og þau verður þarna í Suðaustur-Asíu og leitaði skjóls í ykkur svona bári á skýli. Það var gömul kona að selja ykkur minningaripi og hún tók fötin mér og þurrkaði og hún gaf mér að borða og vildi ekki neitt í staðinn, bara hjálpsemi. Þú veist, jú, auðvitað getur maður lentið á Íslandi líka, ég er ekkert að segja það, en þetta bláfættat fólk sem maður haldið að, þú veist, ég var ríkur túristi í þeim skilningar allavega, að það hefðu kannski beðið eitthvað smá, en það var ekkert, vildi ekki neitt, sko. Þetta einmitt, að því að nú töluðum við þegar þú varst að segja svolítið psychedelics og eitt af því sem að psychedelic og hugvíkandefnin hafa sýnt mér þú ferð inn í hennan veruleika þar sem þú fattar að við erum öll eitt. Og þá einmitt fattar maður að þú veist þegar út að lýsa þessari konu að þegar að þú ert að gera eitthvað svona fyrir einhvern annan, þá ertu í raun og vera að gera það fyrir sjálfa þig, að því þú ert að sýna sjálfu þér að þú sért þessi manneskja. Og þá hugsa ég sko, því við nefnum Ísland, þegar þú kemur út í sveitirnar á Íslandi, þar sem að minni streita, þá allt í einu, ég lenti í þessu bara í hitti fyrir að festi bílinn og svo sé ég eitthvað skiltið þarna og ég finn eitthvað símaskrá og ringi okkur og það, svo bara eitthvað gæi mættur með traktorinn sinn, bara tekur 2 tíma úr deginu sínum í hálf, maður alveg bara ekki að ræða það að hann vildi rukka mig. Sko. Og þá það einmitt, það eitthvað neginn svona, þegar þú ferð inn í þessar stórborgir og Reykjavík flokkast alveg sem stórborg varðandi streitulevel. Heldur betur. Það eitthvað sem gerist. Já, algjörlega sko. Ég þekki þetta sjálfur í sveitinni, við eigum öll Íslendingar stuttatengingu, það ekki með 2-3 ætliðir, þá bara voru við öll bændur. Þannig að ég náttúrulega hef farið þó nokkuð í sveitirnar og bara sammála þessu og ekki bara það er alltaf fullur ískapur af bakkelsi og alltaf tími til að setjast niður þegar koma gestir, ættingjar og svo framvegis. Ég ekki alveg vissum að við Reykjavík ef Jón Jónsson bóndi á Skaftafellinu kemur heimsókn til okkar, við getum endilega tekið ykkur frí í vinninu og fara að bjóða hann upp á hjónabaðsæli og nýja upp á eld kaffi. Ég ekkert vissum það, skilurðu. Og ég reyndar ekki vissum að hann myndi endilega fara fram á það, sko, en það miklu meiri gæsturistni út á landi finnst manni, sko. Jó, bara þetta einhvern veginn, það eitthvað sem sagði við með daginn, hann var að lýsa, ég menn ekki hvort það var að lýsa, hann búin að, eða hvort það var ekki Múkísson. Múkísson var hérna hjá mér í podcastundaginn, hann alltaf bjól lengi á Súðavík. Og hann orðaði það vel, hann sagði, menn alltaf til í spjallið. Og þá það þetta með, þú ert í búðinni og þú, sko, í borgin bara ég að fara að sækja krakkan og svo fyrir að gera þetta og þú bara horfir niður og mátt ekki vera að neinu. En þarna allt í einu svona komið meira rýmin í taugakerfið og bara ef að búðaferðin tekur korteri lengur þá það bara alltaf lægir. Ég átti hús á Siglufirði, þannig að til að ég misti allt mitt og flott hús sem ég tók í gegn á nokkrum árum. Og ég er búin að búa í Kópavogi yfir 20 ár. Ég er endar fæddur uppalinn þar en ég er búin að vera þarna núna í 20 ár óslitið núna, rúmlega. Og ég þekkti eftir 3-4 ára Siglufirði þekkti miklu fyrir Siglfirðinga heldur en Kópavogsbúa. Akkurat. Sem vírt og því ég er búin að vera bæði mjög aktífur í pólitíkinni í Kópavogi, ég er búin að vera í menntaráði og skólaráði og alls konar skiluru, en ég þekkti fleiri nágranna mín allavega á Siglufirði heldur en ég þekkti og einmitt ég fór í kaupfélagið, kjörbúðina og það var bara kortir þar að það spjallaði þessum alltaf og bara á allt mjög afslappað og jákvæmt sko. Þetta áhugavert, ég held að við mannskepnan það er búið að gera stúdíur við erum hönnuð fyrir ákveðina stærð af træpi eða samfélagi, við erum ekki hönnuð fyrir það sem gerist í svona, mér finnst ofta áhugavert það kom tímabil þar sem ég þekkti fólk sem bjó í New York og London og svo fór ég svona bara spurja út í hvernig líf þessar, því þú veist, manni í fyrsta skipti sem ég kom til New York þegar ég á Twitter, þú veist, bara allir möguleikar í heiminum, og þú ert einhvern veginn, þú farið eitthvað svona bara, vá, hvað þetta er geggjað, sko. Svo fer það grennslast fyrir líf einhver sem býr í New York. Hvernig það er svo dýrt að þú ert að búa eitthvað það er út fyrir, þannig að þú ert klukkutíma í og úr vinnu, klukkutíma hvora leið, sko. Og vinnuvegan er löng, þannig að þú veist, þegar þú kemur úr vinnunni þá átt einhver ork eftir og þú vinnur yfir 6 daga í viku, þannig að 7. dagurinn þá átt það eiginlega bara hvíla þig, þannig að svo ferði verið árið á þessari manneskju, býrði í þessari borg út að það er allir möguleikar í heimi, en þú fóst á jafnmarga veitingarstaði eins og þau búið í Vestmannaeyjum, þú fóst kannski á einn menningaviðburð, þannig að þó það sé í boði heimsklassa listamenn á hverju kvöldi, þú ert ekkert að nýta þér allir sem möguleikar. Það er bara hlutis. Og þetta bara við svo margt í lífinu, sko. Því meira sem maður á að verallegum gæðum, því minna hefur tíma til þess að nýta þetta, sko. Men ég átti bæði fjórhjól og sportbát og þetta var kannski tekið á 2000 ári, sko. Algjör skandall. Hvernig metur þú stöðuna því þú talaði ráðanum með fátæktina á Ísland og við förum bara svona, ef við horfum á bara kollektíft
þú veist að þá, einmitt, við erum búin að þroskast frá því að vera svona fátæk yfir í að eiga nóg öllu. Ég upplifa að við séum á einhverjum svona punkti núna þar sem að fólk bara í hrönnum að klessa á veggi til þess að við þurfum að fara inn á við og endur meta og endur skoða þannig að við getum tekið næsta skref í þróunin á okkar samfélagi sem væri þá meira bara, út á hvað gengur þetta allt, til hvers að vera lifandi ef ég bara alla daga fastur í streitu og má ekki vera aninn. Ég held að ofskjörnefninu komið til með að hjálpa dálítið mikið þarna til, nú hljóma maður svo ykkur sendi herra psychedelics, en það er samt sem að þannig að mann nýtir þessi efni, það er engin samur eftir það. Menn horfa miklu meira inn á við og fara átt að segja hvað þessi skipti máli, sem náttúrulega fjölskyldan og að tengjast sjálfum sér, sem skiptir svo óbúslega miklu máli. Við erum orðin svo aftengt og ég held ekki, ég veit að psychedelics eru komið til að vera, við erum búin að fá þetta renaissance sem við höfum að marka hann í 50 ár eða meira og nú verður við koma aftur og það er ekkert að þakka þetta niður. Þessi kanina er laus úr hólunni og hún fer ekki onni hann aftur. Einmitt. Og það er fyrst og fremst út af internetinu. Það er ekki hægt að, út með Joe Rogan, sem helst álbípuna og svo framvegis og fleiri testamenni koma fram, þar sem fólk hefur fengið ótrúlega mikið bata, því þú talar 70.000 manns á SSRI-lyfjum, þetta er hrikalegt. Þetta er alveg svakalegt. Svakalegt. Og við erum að tala að því ég er búin að vera mjög langverkjaður, búin að vera yfir 20 ár hefur verið að glíma við verki sem er því mjög að versna, sem er það er svona mitt helviti að feysa. Og ég svona bara ganni mínu fór að kíkja þess á tölfræðinni kringum með þetta. 25% fullorðna bandaríkjamanna eru með chronic pain og yfir 20% Evrópubúa. Og þetta í dag er reddingin þannig að við dælum ykkur ópíðum eða ykkur þannig og ef það dugur ekki til þá fáum við til viðbótar róandi lyf sem eru í sjálfu sér lítið skári og ég vil verði ef eitthvað er. Við erum först í þessu, háð þessu og svo erum ef við erum ykkur í geðdeyfð þá erum við á sem SSRI-lyfjum. Þetta er ekki það sem var lækningur. Þetta er bara að halda niður einkennunum og það er ekki alveg redding. En menn hafa fullt af sögum þess að menn að fengi ótrúlega bót sinna mála með tiltölulega einföldum aðferðum með því að nota psychedelics. Einmitt. Og því það er svo áhugavert að það ég hlustaði eitthvað á podcast, ég hafði aldrei hugsað þetta út frá svona, hann sagði að horfa á þróun samfélag út frá því hvaða innan gæsalapa drög eða hvaða efni eru ofan á hverju sinni og þá horfum maður á bandarískt samfélag sem að Bandaríkin leiða dálítið ofta sem er að gera síðan í Evrópu og öðrum Vesturlöndum að þú veist að þegar kókaini kemur sterkt inn hann er 1980-90 og það er bara Wall Street og græða meira og verðbréf og hlutabréf og svo kemur amfetamín. Þetta eru svona maskjúlin efni sem eru mitt bara græða, gera, meiri hraði, meira fyrir mig, en svo eru psychedelic hugvíkandi efnin alveg öfugt. Þau eru meira, það kemur engin út úr ayahuasca-serimóni og segir nú þarf ég að hraða á lífi mínu og græða meira. Það er akkurat omvend og við talum ekki með þú ferði eitthvað ennþá sterkar eins og FAMI og það sem þú bóstalega tengist alheiminum áttur af því að þú ert Guð. Það er ekki þú og Guð, það er þú ert Guð og Guð er þú ert allt og allir og maður gerbreyttur maður eftir maður kemur út úr þannig lífsreynslu og þá bara fer maður meira að hugsa hvernig geti gert gagn, hvernig geti hjálpað og látið gott að mig leiða. Akkurat. Og það er ekki ástæðan fyrir því ég kom til þín fyrir 2,5 ára síðan að ég var svo þakkláttur að því ég var á óbúslega dimmum og vondu stað eins og við mörg förum á annars slagið og mér leist ekki á mína framtíðarhorfur og fæ svona óbúslega stóra reddingu og mér fannst ég ekki geta þagað þetta. Ég hafði pínu plattform og gat svona hvernig einn allavega svona... Já, þetta vakti mikla athygli, Vakti mikla athygli líka maður í þinni stöðu, að því við kannski sem ég held að sé mjög mikilvægt, þess vegna er ég búin að vera bara alveg óhikað að tala mína reynsla þessu ég að því ég held að sé mikilvægt að hugmyndin sé ekki að þetta sé eingöngu eitthvað fólki í einhverjum hippakræðsum, eða einmitt einhver sem ég veit ekki hvernig ég orðaði, bara ég held að því meira sem það verður þannig að þetta sé bara þverskurður á samfélaginu sem er að fara þessa leið, því meira er þetta að gefa leyfi fyrir aðra að segja, já, heyrðu, því að hann er að gera þetta, þá er ég kannski til í að opna eyrun, Akkurat, og það er búið að framkvæma mjög mikla rannsóknir á hættustígi þessari efna allra, og það er talað öll efni sem er í boði, og þar kemur í ljós að áfengi er verst, og það er það sem við hérna á Vesturlöndum hefur samþykkt, ekki bara samþykkt, við erum að glórifæja það, við erum búin að gera mikið kúltúr í kringum það, og notabenni ég, eins og flestir aðrir, hefur alveg mína sögu áfengi, þar sem ég notaði það of mikið, þó ég hef ekki ég er endar hætti svo bara sjálfur, en
mjög lengi var ég að nota á mikið af þessu og þetta eins og þetta glorified og það eru kampansklúpar og menn eru að með langar samræður hvaða tónik er besti í gínið og svo framvegis eða hvað mikið reykur í Lafroig viskíinu og það síða í gegnum mó og bla 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 og þetta allt saman gott að blessa og sem betur fyrir geta flestir nota áfengi á skynsamlegan hátt en enga sigur, það eru ansi margir sem gera það ekki og það dregur fram það vest í okkur. Það dregur fram árásan gindina og kæruleysið, menn eru að keyra fullir með takmarkað mótorskils og menn eru að beita ofbeldi og gera alls konar hluti sem að er ekkit endilega mjög heppilegir sko. Og sama tíma eru efni sem að róa mann niður og menn fara svona í andlega íhugun og skoða sjálfa sér almennlega. Það er demonized eða talaði það sé miklu, miklu verra. Þróttir að það séu ég held bara að segja alltaf tilfellu það að menn taki sveppið þessi efni og fara að hugsa með sér að ég ætla að fara að beita einhvern ofbeldi. Það er bara, fer svo óbáslega fjara manni, sko. Já, og síðan finnst mér líka svo stóri munur fyrir mig að því nú er það mjög langt síðan að ég hef drukkið þannig að ég hef dottið í það. En ég átti mitt tíma að vilja sem ég hef duglegur í því. Og þá, sko, ef þú ert að gera þetta, því við rættum nú aðeins áður við byrjum, að það sem skiptir náttúrulega öllu máli í þessi set og setting, sko. Þú veist, með hverjum ert að gera þetta, hverjir eru aðstæðurnar og allt þetta. Ef þú gerir þetta í réttum aðstæðum, undir réttri handleiðslu, þá ættir að ná að komast mjög vel inn á við og þá tengistu innsæðinu og líkamsgreindinni. Þannig að mörgurinn sko eftir fyllir í, daginn og eftir og dagan og eftir, þá fór ég alltaf verð með mig. Ég borðaði óhollari mat, svefnum að verri á meðan að eftir gott sækadæli hverðalag, þá er alltaf, nú ætla ég að fara vel með mig. Nú ætla ég að borða hollar, ég ætla að fasta, ég tek betri ákvarðanir varðandi heilsuna mín og líkamann á mér, heldur en áður en ég fór í ferðalag, en í áfenginu er það alveg augt. Því langar í skyndibita, þú ferði í sveittu borgari mórall, rosa skömm, samviskubit, allt þetta dót, sko. Það er líka vegna þess að allavega eins og staðan er í dag með psychedelics. Ef ég ætlaði í ferðalag, þá ákveði með margra daga fyrirvara. Og því það er alltaf kvíði. Við veitum aldrei hvað við erum að fá. Og það er alltaf kvíði og maður gerir þetta ekki spontant. Og það eru voða fáir sem bara hugsa á föstudegi, ég ætla að fara á morgun bara í nota okkur efni. Aftur á móti þá er þannig að í áfenginu, þá er þetta svo mikið rútinni hjá okkur, að maður geta bara tekið ákvörðum bara on the spot. Og mjög mikið þessari hefðir og ég til dæmis veiti, við varum mikið í stangveiði í gamla daga. Og það er mikil drykki í kringu það. Það hefur verið það oft, þó að segja alls ekki við öllum. Og það þótti bara mjög eðlilegt að fá sér viðgerðarbauk klukkan 7 á morgnana. 7 á morgnana. Og það þótti bara normalt. Og að fá sér bjór, bara þú veist, það kannski bara tekist að hitt úti og ógeðslega kalt og maður ekki byrjar að veiða, þá er best að fá sér viðgerðarbauk, sko. Og þetta er alveg hrikalegt, þetta, að þetta var normalt. Hefði ég fengið mér eitt pappa af LSD klukkan 7 á morgni, þá var ég bara lagður inn einhvers staðar, ekki það, ég myndi bara svolítið ekki að mæla með því, ég mælir þetta ekki með því að veiða heldur á neinum af þessum efnum, sko, en þetta er einhvern veginn svo samþykkt. Þetta er ótrúlega áhugaverður þessi svona, ég vil eiginlega bara kalla þetta heilaþvott í því hvað hefur verið samfélagslega viðurkennt. Það er ég ætla nú að hlusta á það aftur, ég hlusta á það fyrir nokkrum árum síðan, viðtal hjá Joe Rogan við, ég held að hann heiti Carl Hart, sem skrifaði bók sem heitir Drugs for Grown-ups. Og það gefur mann að einhver Harvard-prófessor, sko, sem er bara að tala bara, það er bara staður og stund fyrir alls konar efni og gerir þetta bara með konunni og það er sem manni var bara kent einhvern veginn áfengi, bara flott dett í það, en alls ekki þetta og alls ekki þetta og alls ekki þetta og alls ekki þetta, svo bara því lengra sem að maður lifir, því meira maður að komast að því að áfengi sé nú bara svona nála því að vera það versta þessu öllu, eða þú veist að drekka svona mikið að því, sko. Það er þekktur prófessor við Imperial College sem að var helsti ráðgjafi bresku ríkisstjórnarinnar mjög lengi í eiturlyfjamálum, svo kallar drug tsar eða SAR. Og hann reyndar kom sér út á sakramentinu því hann birti þekkt línuritt, hann sem sýnur öll þessu efni. Og þau eru súluritt og súlan er tvískipt, annars vegar harm to yourself eða hvernig þú skaða sjálfa eins og harm to others. Og áfengi langhæst og það er 50-50 hvað þetta skaða aðra og hvað skaða sjálfa þig. Þetta er vont fyrir allt og alla. Svo kemur heroin og crack kokain og þetta dótar allt saman, sko. Langsalanæðist eru sveppirnir og MDMA og LSD og þessi psychedelic efni sem við þekkjum. Því það þú getur skaða sjálfa þig, það er óumdeilt, en þú skaða nánast aldrei aðra á þessum efnum.
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.